Hér í Kringlumýri í Skagafirði stendur þetta 112 ára gamla hús sem áður hýsti verslun Kristjáns Gíslasonar eða KG eins og hann var alltaf kallaður út á Krók. Núna hefur það gengið í endurnýjun lífdaga og hægt að versla í því enn á ný en þar er núna antík verslun. Við ætlum að kíkja þarna inn til hennar Maríu og sjá hvað hún hefur upp á að bjóða. Þegar við hættum með minkabúið þá stóð þetta hérna bara undir geymslu, var bara geymsla fyrir minkahúsið og ég var byrjuð að þæfa hérna heima í eldhúsi og allavega. Þannig að ég sá náttúrulega hérna geti ég fengið ykkur aðstöðu til þess að vinna. Svoleiðis að ég mokaði hér út öllu draslinu og málaði bara og það er bara eins og það kom til okkar. Það hefur ekkert verið bætt við eða gerðan eina stóra breytingar annað. Einmitt þetta hús kom einmitt til ykkar? Já, það kom hérna til okkar. Við fengum það átti að rífa það stóð út á Krók og það átti bara að henda því. Þetta er gamla verslunarhúsið sem KG átti? Já, Kristján Gíslason, já, sem stóð fyrir ofan vefnaðurdeildina við Algötuna. Þannig að hérna... Og þetta er byggt, manstu árið? Hvenær er þetta byggt? 1892 held ég sé. Já. Og byrjaði að versla í því fljótlega bara eftir það og var í raun og veru verslun þangað til að það kom hingað. Það var bara held ég mjög stutt, það kom hingað 85. Þannig að... Hvenær opnar þú svo? Hvenær gengur það í endurnýjun lífdaga? Það er ekki fyrir 2000 og... Hvað? 6? Já. En þessi hugmynd að setja saman, já þú ert að byrja hérna að búa til þitt handverk, og svo fer það að flytja inn eða hvaðan kemur allt þetta gamla? Já, upphaflega var þetta bara hugsað sem vinnustofa fyrir mig og ekkert með neitt annað í huga, hvorki að vera með opið eða gera neitt. En svo kom það upp að systir hans Sigurðar Marsinsins, hún var með antíkverslun á Selfossi og var búin að ákveða það að hætta og var náttúrulega með lager hjá sér svoleiðis að við fluttum hann hingað til þess að bara í rauninni bara til þess að fylla upp í þetta hús sem ég var búin að leggja undir mig hérna. Þannig að það var svona upphafið. Og svo fóru þér að hvarfla þér að þú geti kannski bara selt þetta? Já, svo var það náttúrulega bara bónus að geta búið upp á þetta hérna að hafa opið og fólk geti komið og skoðað og verslað. Þannig að það er bara verið. Var það svolítið svona í tengslum við Kakala-stofan hérna bara, ykkar hugarsmíð? Já, Kakala-skálinn er hérna og Sigurður hefur verið að taka hérna á móti hópum í sambandi við Sturlungana og já, þetta tengist náttúrulega bara vel. Það koma hópar og þá er hægt að fara hérna á milli og fólk getur komið og kíkt hérna hjá mér sem ekki situr undir löngum ræðum. Heyrðu það, Sigurður? Þannig að svoleiðis. Þetta er náttúrulega... Því áhugamálin eru náttúrulega bara mismunandi. Að sjálfsögðu. Og það er bara gaman að blanda þessu saman. Þetta er svona alveg draumabúð mjög margra kvenna geti ímyndað mér. Já, það ekki? Jú, þær verður voða glaðar að koma hingað. Já. En segðu mér aðeins þetta er ekki bara allt eftir þig, það eru vörur og handverk eftir aðra listakonur. Já, það er mjög lítið. Það er í raun og veru, það eru hérna 2 núna sem að hafa verið. Það er fullorðin kona sem býr út á Krók sem að heklar og er svona fjölskyldutengt mér og ég hef nappað af henni því sem ég hef getað, öllu sem hún hefur gert. Það er svona mjög, já, það er hún og svo ein vinkona mín sem býr í Hafnarfirði sem hefur aðeins verið með mér hérna. Bara síðasta ár, það er ekki fyrir þá. En að þínu handverki, segðu mér aðeins hvað er svona þitt uppáhalds, hvað finnst þið skemmtilegast að gera? Mér finnst ægilega gaman að gera svona sjöl og svo hefur verið að gera lampa. Mér finnst eiginlega alveg sama, mér finnst þú gaman að skipta mér er ekki alltaf að gera það sama. En það er mikið í ullinni? Já, eingöngu í ullinni. Hún er bara mitt, já.
neitt handverk í rauninni. Þú ert líka að gera bara myndir reynilega. Já. Það hef ég hvergi séð það. Allt úr ull. Já, ég held þetta að vera málverk, sko. Já, ég teikna ekki og máli ekki. Ég get notað ullina. Já, en þú ert í grunninn, sko, hárgreiðslumeistari. Já, ég það. Og þetta einhvern veginn bara í höndunum á þér? Já, áhugin allavega þarna, sko. Mér finnst þetta rosalega skemmtilegt og var féll strax fyrir þessu þegar ég kynntist þessu. Hvar kynntist þessu? Ég kynntist þessu hjá Önnu Kristinsdóttur sem var á Víðimýri. Hún kynnti mig fyrir flókanum eða fyrir ullinni í rauninni. Og svo hef ég farið á námskeið aðeins til Danmerkur. Lærði að nota svona nálar og búa til svona fígúrur. Það var mjög spennandi og skemmtilegt. Og svo hef ég farið líka einu sinni á námskeið, fórum þannig 3 vinkonur til Danmerkur líka og lærðum þá þetta núnófildi, sem sagt þessa aðferð að blanda saman efnum og ull. Já. En svona að lokum með þetta, nú hefur hver einasti hlutur hérna sína sögu. Já, já. En hvernig er tilfinningin að þú kannski þekkir ekki þá sögu? Finnst þér þetta vera... Mér finnst það ekki óþægilegt. Nei. En mér finnst þetta alltaf vera svona hluti sem maður svona ber ákveðna virðingu fyrir. Ég meina, það er búið að geyma þetta sumt yfir 100 ár. Já. Þetta er búið skemmtilegt þegar maður hugsar það. Ég meina, maður hugsar ósjálfrátt það þegar maður er að handleika þetta, sko. Hvaðan kemur þetta og hver átti þetta og væri gaman auðvitað að fá sögu. Já, sumt af þessi merkt eins og silfur. Sumt er merkt, já. Og þannig að það og maður giskar á hvað stendur fyrir, Já, maður fær alveg, hugmyndaflugi getur alveg farið í gang, sko. Já, ég skal ímynda með það. En það er svona, er einhver einn hlutur öðrum fremri hérna inni sem að þú einhvern veginn berð meiri virðingu fyrir en öðrum? Ég svo sem ekki endilega beint. Ég áreindar hérna sjálf eitt gamalt borð hérna, sem er nú hulið hérna sem að ég fékk þegar ég var 12 eða 13 ára og hérna frá ömmu minni og ég held alveg óskaplega mikið upp á það. En það er hér niður frá, sko, það er ekki heima hjá mér af því að hérna mér finnst það bara að passa með þessu sem hér er. Já, en það selur aldrei. Það sel ég ekki. Það er bara mitt. Og það er skemmtilegt að því að ég man eftir það var mikið spilað við þetta borð. Það er merkt að því að það var verið að spila bridge og slá út og svona. Já. Þannig að það er... Það er gaman að koma hingað og bara yndislegt að fá að skoða og hér er gott að vera, góðir andar. Takk fyrir.